Já, góðan daginn og gott að sjá ykkur á nýju ári og það er búið að vera gaman að spjalla við ykkur á seinni hluta síðasta árs og við ætlum að byrja núna nýja árið á að ræða tvö stór mál sem að varða okkur mikið og það er heimsfaraldur COVID-19 og síðan sjúkraflugið á Íslandi og hvernig það fer fram og mikilvægi þess og þetta eru nú spennandi tímar varðandi COVID-ið, það er komið að bólusetningum og það eru hafnar, það hófust núna fyrir nokkur dögum til lok síðasta árs og við ætlum að ræða það líka í þættinum í dag. Sjúkraflugið er gríðarlega stórt og mikilvægt á Íslandi og það hefur verið að flytja undanförnum árum kannski 800-850 sjúklinga í cirka 800 flugum, þannig að við hefur verið þannig núna síðustu ár og árin þar á undan ósa mikið og var mikil vöxtur í því. Við förum í gegnum þetta í þættinum í dag. Þetta eru í fastvangjaflugi eða með þá flugvélum í flugs 800-850 sjúklingar og síðan hefur Gæslan verið að flytja 100-150 sjúklinga á ári síðustu ár. Viðmælendurnir mínir í þættinum í dag eru Björn Gunnarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir á Sjúkrahúsinu á Akureyri, fluglæknir með hléum frá árinu 1996 í Bandaríkjunum, björgunarþyrlum í Noregi og Íslandi, með mikla reynslu af þessu í nokkru löndum sem sagt. Jón Torfi Halldórsson er yfirlæknir á heilsugæslustöðinni á Akureyri og sóttvarnalæknir Eyjafjarðarumdæmis og fluglæknir til 20 ára. Og síðan Ólafur Stefánsson, slökkviliðsstjóri slökkviliðsins á Akureyri. Ólafur er einnig yfirmaður sjúkraflutninga á starfssvæði HSN Akureyri og Mýflugs og formaður fagdeildar stjórnenda hjá Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. Það er einmitt starfsmenn slökkviliðs á Akureyri sem manna sjúkraflugið með sjúkraflutningamönnum. Verið velkomnir í þáttinn. Takk. Takk fyrir. Kannski, ef við byrjum aðeins á þessu nýjasta núna, ef við bara kynnum ykkur til leiks. Jón Torfi, þú ert sóttvarnalæknir hér í Eyjafjarðarumdæminu og það er búið að vera mikið í gangi og náttúrulega COVID-19 og svo ertu yfirlæknir á heilsugæslustöðinni. Ef þú myndir rétt svona hlaupa yfir bara hvað ertu að fást við frá degi til dags og síðan förum við í almenna umræðu. Ég ætla bara rétt að fá ykkur til að kynna ykkur svona í stuttu máli. Já, það er sjálfsagt hvað maður er ekki að fást við almenna daginn. Í grunninn er ég heimilislæknir og það er nú eiginlega bara stór hluti af minni vinnu að vinna sem heimilislæknir og bæði á daginn og svo standa vaktir sem heimilislæknir. Síðan hef ég þetta embætti sóttvarnalæknis svæðis og þetta er í raun og veru gamalt og formlegt embætti og ef að ég þekki söguna rétt að þá var þetta svona eiginlega afhent yfirlæknum stærstu heilsugæslustöðvanna út landi þegar héraðslæknar voru lagðir niður fyrir svona 20 árum síðan sem að voru land allt og höfðu ákveðnu hlutverki að gegna í heilbrigðiskerfinu á þeim tíma. Framlengingu á vissu marki á hlutverki landlæknis og sóttvarnalæknis. Og svo sem yfirlæknir heilsugæslunnar þá er ég náttúrulega stjórnandi líka. Kannski, ég veit að það eru allir að vinna mikið en svona á þessu ári hafa þetta í raun og veru verið 3 full störf, svona nokkru marki að vera læknir, yfirlæknir og sóttvarnalæknir. Já, Björn. Ef þú myndir nú aðeins segja að sjálfu þér og starfsferlinum og hvað þetta fást við núna frá degi til dags? Já, það er nú svolítið svona eins og Jón Torfi, ég er með marga hatta, en aðalega er ég nú svæfinga- og gjörgæslulæknir við Sjúkrahúsið á Akureyri og hluti af því starfi er að vera lektor við Háskólann á Akureyri, 20% starf. Nú auk þess á ég og hluti og rek læknastofu Akureyrar. Og síðan hef ég haft núna, flest ár verið sjúkraflug verið með svona auka búgrein. Þannig ég byrjaði aftur að fljúga hérna í sjúkrafluginu á Akureyri í apríl, í miðju COVID. Og það var gaman að því. Já.
Ólafur Stefánsson, slökkviliðsstjóri á Akureyri. Það myndir ég að hlaupa í gegnum. Hvað í gangi Já. þarna? Mér finnst alveg nóg að vera bara slökkviliðsstjóri. Gott hjá þér. Það er nýtt. Það er aðalega í því. En það er svo sem nokkur verkefni sem að það inniheldur svo sem. Það er náttúrulega aðalega bara starfsmannahaldið. Við erum með þarna á 40 starfsmanna og verkefni sem við sinnum. Og það er náttúrulega, ég er svo búinn að vera í þessu fæi yfir 20 ár. Ég byrjaði hjá Slökkvilið Akureyrar í apríl 1999. Ég er búinn að vera sem sagt með það aðalstarfið að vera í sjúkraflutningum og slökkviliðsstörfum síðan og er svo búinn að vera slökkviliðsstjóri núna síðan 2014 held ég að sé og nei, 2015 tók ég við sem slökkviliðsstjóri og var slökkviliðsstjóri fyrst og en svona eins og þetta síðasta ár hefur þetta nú verið mikið að reyna að sem sagt skrifa verkferla og með aðstoð náttúrulega dykra starfsmanna og reyna að hafa hlutinni í lagi þannig að komið veg fyrir smitt. Það hefur verið svona aðalmarkmið og það hefur tekist fram að þessu að sem sagt það sem við höfum hræðst mest eiginlega hér er að missa einhvern stóran hóp af starfsmönnum í veikindi eða sóttkví og þannig að þetta er nú mikið af verkefnum ársins hefur snúist það og líka bara að vinna í aðgerðastjórn. Ég hef verið mikið þar, búin að vera þar í nokkra vikur núna á árinu og þannig að starfsstöð mín hefur verið svona annaðhvort heima eða niðri aðgerðastjórn og svo svona nokkra daga á slökkvistöðinni en þangað til núna eða svona í vor og haust en í sumar var svo sem ágætis hlé á þessu. Einmitt. Mér langaði svona, ég er nú mikill áhugamaður og mikið talað sjúkraflugið og mjög lengi bara gegnum mitt gamla starf sem flugumferðarstjóri á Akureyri. Þetta voru mikið í gangi og maður vissi mikið af því sem var í gangi bara gegnum það sem maður þekkti til og útgöllanóttinni og þetta var mikið í vinnunni og mikið tengt henni. En langaði kannski að fara ítalið það eftir, en kannski ef við förum aðeins að byrjum á þetta COVID-tímabil núna. Þetta fólk er svolítið upptekið af þessu og þetta er búið að vera mjög sérstakt hjá okkur síðan í mars. Þetta byrjar hann mánaðamótin febrúar og mars og Jón Torfi, þú kannski byrjar að fara bara í gegnum þessa sögu hjá þér á þessu ári og síðan Björn kannski í gegnum sín störf og svo náttúrulega Ólafur hjá þér varðandi sjúkraflutningana og flugvélina og það var, ef ég maður rétt, ein vélin var bara útbúin sem flutningavél, sjúkraflutningavél á tímabili og svo langaði mig að fara svolítið ítalega í gott samtal sjúkraflugið og eitthvað reynslu af því. En Jón Torfi, ef þú myndir hans fara í gegnum árið og hvernig þetta lítur við þér. Nú var þetta það var ákveðin bylgja í vor, eða seinni hluta vetrar, en stóra bylgjan kannski í október þegar hún reis mjög hátt á skömmum tíma. En ef þú myndir svona hlaupa, hvernig lítur þetta við sóttvarnalækninum í Eyjafirði, allt þetta mál og hvernig þetta hefur verið að þróast og gera sig á þessu ári, eða síðasta ári þessu? Já, flott. Það er náttúrulega þannig að það er svona ákveðin svona grunnur í þessu sóttvarnakerfi sem við höfum byggt ofan á. Það eru til áætlanir og voru til áætlanir fyrir heimsfaraldra af influensu sem í grófum dráttum er stuðst við núna og þetta fer í raun og veru á stað hjá okkur. Reyndar og það, ég veit að það eru margir hissa á því en það er sem sagt sóttvarnalæknar hringinn í kringu landið hafa í raun og veru alltaf undirbúið sig hist að minnsta kosti einu svona ári, fundað og æft svona mánaðarlega og það er kannski mjög sérstakt að mörgu leyti að við höfum viðhaldið svona ákveðnu grunnkerfi til og viðbragði fyrir þetta. Og sóttvarnalæknar hafa í raun og veru gríðarlega mikil völd í lögum
og geta í raun og veru beitt því, þannig að það þarf svona aðeins að vita hvað maður eigi að gera og hvenær og hvernig. Þannig við höfum í raun og veru frá hendi embætti landlæknis og sóttvarnalæknis, sem náttúrulega alveg sér embætti innan embætti landlæknis, við höfum alveg fengið bara mjög ábyggilega upplýsingar og þjálfun í gegnum árin sem að hraðaði mjög viðbragðinu núna hjá okkur, myndi ég segja. Þannig að í janúar, undir mánaðamót janúar-febrúar, þá vorum við byrjuð að funda út af þessu og farin að fá upplýsingar að það væri mögulega eitthvað svona nýtt, stórt, óvænt að gerast. Og ef mér rekur minni rétt til, þá held ég að það hafi verið í lok janúar sem ég hélt fyrsta svona kynningarfyrirlesturinn fyrir einmitt aðgerðastjórn, og ég eins og Óli, við sitjum báðir í aðgerðastjórn. Ég held að það hafi verið í lok janúar sem ég hélt fyrsta kynningafundin COVID, og þá var ég búinn að dunda mér við að safna saman gögnum og meðal annars að lesa með Google Translate kínverskar skýrslur og fleira. Þetta var svona alveg ekta fornleifauppgröftur eiginlega, nútíma fornleifauppgröftur á þessum tíma. Og það sem í raun og veru var svona mest láandi og fannst manni á þeim tíma var að fylgjast með upplýsingum flugumferð sem var í Kína á þeim tíma, því að þá vorum við að sjá skyndilega mjög dramatískt fall í flugumferð á Kína og ég veit að það eru ýmsir sem að muna eftir því að hafa séð þessar tölur þarna, því að þetta var kannski svona pínu forleikur af því sem að við síðan vorum að upplifa. Nú þegar kom þarna í febrúar þá hélt bara áfram upplýsingaöflun og reyndar byrjuðu við hérna, ég panta tæki og tól inn snemma í febrúar sem að hérna þá vorum við á fullu að skipuleggja í raun og veru hvað við ættum að gera ef að fólk myndi veikjast, hvernig við getum hugsað fólk í heimahúsum. Við vorum að skoða húsnæði fyrir sóttvarnarhótel og í raun og veru vorum við að máta allar mögulegar sviðsmyndir og hérna á sama tíma og við vorum að fylgjast með og hérna afla okkur upplýsinga þetta. Og svo varum við að lesa bara á þessum tíma fyrstu vísindagreinarnar og reyna að kenna fólki bara við hverju mætti búast, hvernig væri þetta og átta okkur á því hversu smittandi þetta væri. Og eins og allir vita svo bara fór þetta að streyma hérna inn til okkar í mánaðamótin febrúar-mars og við fengum þessa bylgju. Hér fyrir norðan var fyrsta bylgjan alltaf, hún var í raun og veru miklu minni og lægri heldur en fyrir sunnan. Ég hugsa aðalástæðan hafi verið svo að það var þetta stórum hluta barst þetta inn með svona sérhæfðum ferðamönnum. Það voru skíðaferðamennirnir pluss einhverjir sem voru að koma frá Bretlandi sem hefur meira verið óskilgreint fótboltaferðir. Og þegar þetta fer að smittast hérna innanlands þá það eiginlega þannig að þetta byrjar af meiri krafti fyrir sunnan og nær sér ekki eins mikið á flug hérna fyrir norðan af því að við erum svona 2 vikum á eftir og það er alltaf verið að herða sóttvarnareglurnar, þannig að í raun og veru virkaði þetta fyrir okkur sem betri vörn á endanum af því að við vorum þetta 2 vikum á eftir í röðinni svona í þessari smitkeðju. Þannig að það eins og í lok, þegar leið á apríl og við vorum að tala þá mikið bylgja í Reykjavík eða mánaðamóti mars-apríl en þá vorum við að tala að það getur verið komið norður eftir 2 vikur en það var eins og það kom aldrei í þessari fullum styrk eins og við kannski óttuðumst. Nei og það gerði það ekki og það er raunveru bara ástæðan svo að það virkuðu í raunverulega sem sagt samkomubönn og svona sóttvarnar aðgerðir virkuðu. Þetta var bara gengið lengra fyrir sunnan áður en að þessar hertu aðgerðir
sífellt hertu aðgerðir tóku gildi. Mhm. Við sáum raunverulega mun á því, getum áætlað það að það hefur verið, munurinn hafi verið vegna þess að við vorum í raun og veru komið með mun harðari aðgerðir miðað við sambærilega stöðu á faraldrinum. Þannig að toppurinn náði sér ekki upp hérna. Já, Þá síðan áttu verður við að rannsaka þetta seinna meir nýr í Hörgul og hérna skoða þetta. Já, síðan áttu við tiltölulega rólegt sumar og við heldum kannski að þetta væri bara komið og sáum fram að bjartari tíma en síðan kom, svo fór að líða sumarið og ágúst kom og svo september, október, nóvember. Jú, og það er náttúrulega þannig að ef það er smitt í umhverfinu og ef það er að, þú veist, jafnvel þó við náum að hreinsa smitt úr af landinu og ef að það koma smittaðir einstaklingar til landsins og þessi allir svo sem vita núna að það er ekki nema svona 75% af smituðum er greinast við einfalda skimun. Það er sjá svona 99%, 98-99% eða með tvöfalda skimun sem að greinast. Og þannig að ef við slökum svona algjörlega á innanlands og ef allir fá frjálst höfuð að strjúka innanlands þá er þetta bara spurning það þegar smiti kemur inn og ef það nær að fara í 2-3 og leið og það nær að springa einhvers staðar út þá er svo lítið varnir innanlands ef að það er ekki í raun og veru almennar samkomutakmarkanir. Og veiran er mjög hröð í útbreiðslu þannig að það er mikil hætta á því að við séum alltaf á eftir. Það er erfitt að ætla bara að lesa tölurnar og bregðast við þeim að því að veiran, hún tekur sér ekki helgarfrí og hættir ekki á nóttunni og fólk er að hittast. Nei, og kannski svolítið eins og vorum við í aðgerðastjórninni að maður er alltaf að bregðast við einhverjum tölum sem eru viku gamlar. Já. Sem að sé að horfa í á beina útsendingu af vettvangi en það er reynda viku gömul útsending. Sko. Alltaf seinna alltaf að bregðast við. Sko. En Ólafur, hvernig var þetta hjá ykkur? Nú þurftu þið náttúrulega eins og aðrir og í þessum heilbrigðisgeiranum og þið eru með sjúkraflutningana og hvernig brugðust þið við? Ég meina þetta var náttúrulega mikið breyting í sjúkrafluginu, þetta var allir sjúkraflutningar með sjúkrabílum og allir þessi flutningar, menn þurftu að hugsa þetta alltaf bara nýtt. Já, þetta var gríðarlega flókið verkefni hjá okkur í raun og veru og við höfðum ekki miklar fyrirmyndir eða leiðbeiningar til að fara eftir. Við urðum svolítið bara að finna þetta upp hvernig við teldum vera óhætt að gera þetta og eins og betur verið að mýflug mjög vel sett með flugvélar akkurat á þessum tíma. Við vorum alveg með 3 flugvélar þarna í vor tilbúnar á sama tíma. Þannig að við gátum útbúið, eins og þú nefndir áðan, þá útbjuggum við strax eina vélina bara, eða ætluðum hana sérstaklega í COVID, þannig að við verum ekki að erum bara með sérstaklega vél í því. Og það var eins og bara ég man fyrir fyrsta flugið með sjúkling sem var reyndar grunur COVID, að þá var þetta töluvert titringur náttúrulega líka bara með þú veist hvort að við gætum varið flugmennina og annað slíkt sko. Og þannig að svo svona smá saman komst gott verklega á þetta og menn fór að treysta því sko. Og seinna meir fengum við svo svona hylki, nokkra gerðir til að setja borð í vélarnar, þannig að vera svona og það er ennþá í þróun svolítið það verkefni. Sum hylkin hafa virkað vel og önnur ekki eins vel passílinn í vélarnar og alls konar vandamál með þetta. En eins og bara með bæði bílana og áhafnar og vélarnar og allt þetta, bara einn einfaldur sjúkraflutningur innanbæjar fór úr því að vera kannski 45 mínútna verkefni upp í að vera 3-4 tímar. Bara hjá náttúrulega þessum 2 sem fóru í flutningin og svo er oftast svona 2 aðrir eða 1-2 aðrir starfsmenn að aðstoða og að þrífa og alltaf galla sig áður eða fóru, fara í flutningin og svo komum við á stöð og við settum bara upp tókum eitt bil á slökksstöðinu og breyttum við bara í svona hreinsistöð fyrir sjúkrabíla og lögreglubíla og keyptum einhverja vél sem hefur búið að þrífa
bílana svona yfirborðsþrif strjúka af öllu, þá var þessi vél sett í gang og látin ganga í klukkutíma eitthvað sem átti að dauðhreinsa allt inn í bílnum sko, og fólkið, starfsmenninni fóru svo bara úr gölunum þar og svo voru búin að útbúa líka verklag á því hvernig við ætlum að bregðast við því ef menn yrðu sem sagt útsettir fyrir smiti án þess að vera í hlíðarfötum, og það gerðist sem sagt hjá okkur einu sinni, þannig í mitt sjúkraflugi frá að það kom einn starfsmaður úr því flugi sem hafði hugsanlega orðið útsettur og þá tók bara við, hann bara kom ekkert inn á slökksstöðina, eða fór bara inn þarna á sem ákveðna stað, berháttaði sig þar og fór svo í sturtu fyrirfram ákveðinni aðstöðu sem voru búin að setja upp og bara hrein föt og síðan fékk hann bara bíl til afnota og fór á honum í sumarbústað og var þar í 2 vikur sko. Þannig að þetta er alveg heljar vesen sko, bara eitt svona tilfelli. Já. Björn, þú byrjar aftur í sjúkrafluginu þegar þetta var að byrja, þú valdir tímann. Ég valdi tímann. Hvernig upplifir þetta, nú eru verið í þessu, 20-25 ára, það komið aðeins einhverjum hætti, ef ég man það nú allt rétt, en hvernig upplifir þetta svona miðað við annað í sjúkrafluginu, þetta COVID-ástand sem læknir? Já, þetta voru náttúrulega mjög, kannski, maður fljótur að gleyma, en ef við hugsum tilbaka hvernig þetta byrjaði, þá var það náttúrulega þannig að það var fyrsta dauðsfalli, var fyrir norðan á Húsavík, það var ungu ferðamaður tiltölulega sem að lést og maður vissi svo sem ekki alveg hverju maður átti von á, skilur, því að skildar veirur eins og SARS og MERS, það er dánatíðni alltaf 50% og maður kannski bjóst við miklu stærri sprengju heldur en í raun og veru var, þannig að ég upphafi, en síðan smá saman lærðu við á þetta, eins og þeir sögðu áðan félagar og þetta var kannski ekki eins rosalega stórt í sniðum og maður hefði búist við, en þetta var samt með því erfiðasta sem maður hefur tekist á við, því að eins og Ólafur lýsti áðan, þá er kannski einn flutningur tók marga klukkutíma og flækjustigið var gríðarlega hátt og jafnvel sumt sem maður hefði kannski aldrei þurft að reyna áður, eins og ég meina bara það að svara í síma og hvar maður að geyma síman þegar maður var komin í einhvern hvítan galla og allir saman, já eins vel var nú maður mögulega gat, það var og vera í þessum búningi í klukkutímum saman mjög slítandi og erfitt og það var kannski það sem að, já, eitt af því sem maður lærði á þessu, og líka bara þannig með þessi hylki, því að það var mikið lagt upp úr því upphafi að nota þessi hylki, það var mjög mikilvægt, en það hefur gríðarlega, það er hátt flækjustig þar, vegna þess að það er ekkert þægilegt fyrir vakandi einstaklingar að leggjast inn í pínlítið hylki, láta loka sig inni, síðan þegar maður kannski köldu umhverju inn í til að hlýja flugvél og allt, það kemur móða og allt, maður sér ekki eins og út, þannig að að fá fljótt inn í lokunarkett. Eða þá, ef maður velur hinn aðferðina, maður myndi svæfa sjúklinginn niður, sem voru dæmi og setja þá í svona hylki, þá er erfitt að komast að honum og nánast ómögulegt að vinna með sjúklinginn inn í þessu hylki þegar hann er komin í gjörgæslu meðferð. Þannig að það var eiginlega endanum held ég að við höfum farið meira og meira frá því að hugsa það að þróa og nota svona hylki yfir það bara að nota persónulega varnir og hafa sjúklinginn á börum eins og venjulega, það var langt skynsamlegasta leiðin. Þannig að en það var engin uppskrift af þessu, engin formúla og allir voru að gera þetta á mismunandi máta og við kannski ekki sérlega vel undirbúin í upphafi. En Björn, og inn á sjúkrahúsinu Akureyri, starfar sem sæfinga og gjörgæslulæknir, hvernig brugðust menn við þar og hvernig svona breyttist starfsemin? Hún breytist alltaf mjög mikið og kannski misti ég miklu leyti af því að ég var algjörlega bundin í sjúkraflugi í heila mánuð og fór varla inn á sjúkrahúsið. En það kostaði, þetta var þurfti rauninni til dæmis varðandi svæfingalæknanna að hafa tvískipta vakt, annars vegar vakt til að sinna COVID sjúklingum inn á gjörgæslu og það voru ekki margir COVID sjúklingar en þeir voru sumir nokkuð lengi inn á gjörgæslu. Og á sama tíma þurfti að vera annar svæfingalæknir og annar teymi til þess að fást við þenni venjulegu vandamála, sem má segja, bara venjulega gjörgæslusjúklinga
botlangatökur og þess aftar, þannig að þetta gekk alveg, en menn þurfti náttúrulega að vinna, að leggja mikið á sig og vinna mikið og sama til dæmis með hjúkrun, það náttúrulega leið og koma 1 eða 2 sjúklingar eru á öndunarvél og þurfa gjörgæslumeðferð sem svona erfið, því að maður alltaf í einhverjum galla og þá var þetta að reyna verulega á staffið eftir fyrstu bylgjuna, svo má segja. Þannig að þetta var ný reynsla, öðruvísi reynsla. Þetta var ný reynsla og öðruvísi reynsla, já. Hérna, Jón Torfi, nú spyr hérna Jakob Björnsson á tjattinu hérna með að landinu hefur skipt landinu skipt niður eftir landshlutum og það búið sami hérna liturinn á Austurlandi rauður en bara 1 smit í yfir 6 mánuði. Þetta var mikil umræða, hefur verið mikil umræða þetta með þetta litakóða dæmi og annað og töluverð umræða sem bara nauðsynlega farið fram. Hvað segja sóttvarnayfirvöldin varðandi þennan þátt sem eins og maður hefur heyrt sums staðar hérna fyrir norðan á tímabilum, síðan náttúrulega held ég að hafa nú breyst svolítið hvernig fólk hugsaði þetta eftir það sem gerðist hérna í október þegar þetta rauk svona hressilega upp. En fyrir austan hefur þetta búið að vera viðvarandi ástand og mjög lítið smitt á því svæði, en það alltaf raukt, hefur verið raukt mjög lengi. Hvað segir sóttvarnayfirvöldin varðandi þetta? Sko, ég held að kannski stysta svari sé bara að þetta kerfi, það bara ekki tilbúið og því miður að mörgu leyti kannski verið að kynna eitthvað svona og skapa vonir og væntingar það sé á því stigi að það sé hægt að nota það. Það hefur allavega ekki af yfirvöldum verið talið raunhæft að nota kerfið enn sem komið og kannski erfitt fyrir mig að svara fyrir það. Ég held að ég get svo sem alveg sagt það að ég hefði viljað sjá það að við hefðum meiri möguleika að aðlaga litina að aðstæðum á hverjum stað og það væri svona jafnvel, þú veist, ákveðnar grunnforsendur settar fyrir því hvaða litur væri á hverjum stað og það hægt að gera það út frá mörgum þáttum eins og eitthvað nýgengi smita utan sóttkvíar, fjarlægð yfir í aðra staði þar sem að mikið smitt sem dæmi að aðliggjandi svæði geta svo sem aldrei verið með gjör ólíka liti og það hefur þá kannski þurft að fara líka þá leið að það gildi í raun og veru ákveðin litur að þú tækir litin með þér af þínu heimasvæði. Það að segja ef þú býrð í Reykjavík og það rautt, þá þýðir ekkert að fara upp á Skaga af því að þar sé grænt, þú ert ennþá rauður. En það sjálfsagt þarf bara að sníða regluverk og lög að þessu og síðan að búa til formfastari í raun og veru ákvæðum það hvernig þú að beita þessu. Og ég held að þetta kannski hafi bara ekki verið komið á það stig að fara að nota það þegar þetta var sett svona í loftið. Eitt sem ég hjá eftir hjá Birni og hann einmitt myndist þarna á SARS og MERS og ég held að það sé kannski og það var náttúrulega mjög heiftalegar koronaveirusýkingar og maður getur svo sem jafnað það sem leyti eins og við ebóla en ég held að það sé kannski einmitt verið stóra vandamálið við COVID hefur einmitt verið það að það ekkert ýkja margir sem að deyja og margir einkennalausir og þar af leiðandi hefur verið svona tregða eðlilega miklu meira í því að beita hörðum sóttvarnaaðgerðum og í byrjun vorum við að reyna átta okkur á mögulega dánatíðni og vorum með þetta svona 1-8% úr fyrstu tölum og það mjög erfitt og svo þegar maður fer að fylgja þessu betur eftir og eins og við höfum haft tækifæri hérna með mikilli sýnatöku
og aðstaða okkar til sýnatöku hefur, þú veist, algjörlega gjörbreyst frá því í byrjun og til dæmis núna og eins líka með hraðan á upplýsingunum. Nú erum við með þetta sko bara nokkra klukkustunda gamlar upplýsingar, þeir voru með 4-5 daga fyrir hluta faraldursins. En þetta er eðlilega þegar þú ert með einhvern svona vágest, það sem er erfitt að segja að hann sé eins vondur eins og hann gæti verið, að þá er oft erfiðar að bregðast við og það er auðveldara að fyrir svona vágest að ná meiri útbreiðslu og við höfum bara séð þetta í löndunum í kringum okkur að þú ferð í hörðu aðgerðirnar þegar allt er komið að þrotum en þá tekur mjög langan tíma að komast út úr því aftur og þetta er bara, og talandi smiti, við náttúrulega, það var bara í byrjun nóvember sem var síðasta smitt utan sóttkvíar hjá okkur hér og eftir miðjan nóvember, ætlaðis í kringum 20. nóvember sem var síðasta smitt í sóttkví. Það er mjög langur tími hér sem við höfum ekki haft nein smitt og það væri mjög auðvelt að segja að með við stöðuna hér á svæðinu væri ekki þörf á hörðustu sóttvarnaraðgerðum en að sama skapi yrðu við þá að hafa eitthvað mjög öflugt kerfi til að koma í veg fyrir það að nýtt smitt bærist inn á svæðið. Og ef það væri þá gæti það er ástæða til að skima fólk sem kemur inn til landsins að þá myndi aldrei ganga upp til lengri tíma, það væri bara skammtíma vermir að hafa grænt svæði einhvers staðar og svo frjálsar ferðir frá rauðu svæði. Það bara því miður, þá er það bara spurningum 1, 2, 3 vikur áður en þá ertu komið með allt af stað aftur. Maður einmitt, Jón Þór, í október, þegar maður nú svolítið nörd og var nú að fylgjast með tölfræðina og reiknana þessu upp og með bara gögnin sem komu inn á COVID-síðuna og þetta nötti minni, ég með minni að með við 100.000 og þetta sem verið að nota, það voru 30-40 tíðnin var 30-40 sko smitt en það var komin upp í 300-400 í lok mánaðar bara fyrir svæði, sko, hann var búin að 10-faldast eða 12-faldast á einu mánuði og maður sá þetta margfaldast í hver einustu viku. Þannig að þetta getur ofta orðið til úr mjög litlu og gert alveg ótrúlega hratt. Mér fannst eiginlega, maður sá þetta hvergi gerast hraðar heldur en í október í Eyjafirði í öllu þessu ferli á síðasta ári. Það er alveg rétt og smittíðnin, það er klassískt að tala fjöldi smitta per 100.000 á 14 dögum og tíðnin varð til dæmis mjög há á Dalvík, líklega í kringum 1200 sem að er bara sambarilegt við það sem að er flaggað svona sem hæstu og verstu dæmin yfir heil lönd í Evrópu en þetta var staðbundið mjög hart fyrir Dalvíkinga, 10% af bæjarbúum lendir í sóttkví og tíðnin á Akureyri varð eins og hún varð svona hæðst á landinu, það var í kringu 350 smitt per 100.000 á 14 dögum og þegar hún komið svoleiðis smitt þá er hættan svo að þessi stutti að verði mikið álag á Hafnarfirði. Það er eins og þannig að við vorum, tölurnar núna í þessum, svona, ég var að segja seinni faraldri og sem við vilja kalla þriðja faraldurinn, það mætti alveg segja þessi fjórði faraldur, en þær voru öðruvísi í þessum faraldri en fyrir faraldurinn, því fyrir faraldurinn voru þeir sem voru greindir voru veikari heldur en við vorum með miklu meiri getu til að skima og vorum að beita því, við höfðum bara ekki sama kraft í sko greiningagetunni þarna síðastliðið vor. Þannig að þetta er ekki alveg sambærilegar tölur. Fólk þurfti að vera veikt til að fara í skimun eða próf í vor en núna er það við minnsta grun og í raun og veru fjöldi sýna er margfaldur núna með það sem var í vor. Hérna Björn, nú hefur þú unnið í nágrannalöndunum, Noregi og Bandaríkjunum og sko, hvernig skynjar þú þetta? Ég veit að svo erum við eftir að eiga við sjúkraflugið, þetta verður bara í lengri kantunum þátturinn, við klippum að sérstaklega niður bara sjúkraflugið og COVID-ið, við verðum að klára hitt líka strákar. En
þetta bara, þetta grunaði með þetta yrði svona, þetta bara svo margt að taka á í þessu máli. En Björn, hefur þú fylgst með í þínum gömlu löndum, Noregi og Bandaríkjunum þar sem þú bjóst áður, hvernig skynjar þetta þróunina þar? Ég skynja þetta þannig, ekki okkur, að þetta hefur gengið ótrúlega vel miðað við það sem maður fylgst með á erlendum sjónvarpsstöðvum í bráðum heilt ár þessu málum og vera að fylgjast nokkuð svona taktist með þessu, en það fréttanörd að mörgu leyti. En hvernig skynjar þú þetta, Björn, á þínum gömlum heimastöðum? Já, ég sjálfsagt bara eins og flestir aðrir, þetta náttúrulega bara eins og svart og hvítt í raun og veru. Hvernig Bandaríkin hafa farið út úr þessu alveg hræðilega, sko, og ekki komin út úr þessu. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með því hvernig janúar mánuð verður í Bandaríkjunum, en þeir hafa náttúrulega farið hrikalega út úr þessu vegna þess að þeir hafa einhvern veginn bara allt aðra nálgun og meðan við til dæmis á Norðurlöndum fyrir kannski utan Svíþjóð höfum haft mjög svipaða nálgun og kom til með að þeirra dæmi verður gert upp að hafa mjög góðan árangur og allt annað dæmi heldur en við komum til með að sjá fyrir Bandaríkin. En það er ekkert eitt, ekki erfitt að summera það upp, þetta er náttúrulega svo margt, en kannski stærsti munurinn er náttúrulega bara Trump. Það er náttúrulega það sem hann sem að það er mikla ábyrgð í þessu máli. Já. Ólafur, með þína kollega í þessum nágrannalöndum okkar, hvaða fréttir hafa borist til ykkar? Hvernig hafa ykkar kollegar í nágrannaríkjunum, Bretlandi, Bandaríkjunum og þessu löndu sem að fara illa út úr þessu? Hvað hafið þið heyrt? Það er reyndar, hefur kannski ekkit, bara viðkjanna það, ég hef nú ekkit mikið fylgst með því nema það koma reglulega fréttir inn á sjúkraflutningasíðurnar í Bandaríkjunum bara bara stórkostleg vandræði, sko, sem að þeir eru í þar og maður eiginlega hefur litla, eins og svolítið eins og Björn, hefur litla svona yfirsýn yfir það hvað að vera eða hvernig þeir eru að takast á við þetta, en þetta er allavega virðist vera vanmetið og ég held líka bara, sko, það er bara svo gríðarlegur áróður einhvern veginn virðist vera á víða eins og bara hjá Trump og fleirum að þetta sé bara flensa og það er bara alltaf hort á tölurnar og það er bara að deyja líka margir úr bara venlegri flensu og allt það, en sko eins og Alma var að tala bara í útvarpinu síðast í morgun að sko eftirköstin hjá þeir sem að eru kannski dóu ekki úr þessu eiga eftir að verða gríðarleg, sko, og vera í langan tíma hjá mörgum. Einhverjir náttúrulega að keyra gegnum með það en aðrir bara eru fárveikir ennþá. En við búum við mjög sérstakar aðstæður að við búum á eyju og þannig að við tiltölulega miklu auðveldar að fást við þetta hér heldur en í stórum löndum inn í miðri Evrópu eða í Bandaríkjunum. Þannig er mjög ólíku saman að jafna líka. Akkurat. Sko ég og tiltölulega vel upplýst þjóð sem fylgist með og tiltölulega hlýðin. Já, svona að mestu. Að mestu. Nei, ég finnst, sko, þessi punktur og það sem að hefur í pólitíkinni verið að benda mikið á, sko, að það er bara þessi eftirköst sem að miklar áhyggjur af. Við lítum það og það er náttúrulega verða rannsóknar, maður er búin að heyra þetta síðu. Það er heyrt frá 3 upp í 10%, jafnvel meira, að fólk kom illa út úr þessu, verði lengi að jafna sig og jafnvel einstaklingar, töluvert margir sem að fengu þetta kannski fyrir 9-10 mánuðum og ennþá ekki góðum stað, varðandi að ná upp starfsgetu og orku og ég held að það verði svona það sem maður, og hefur bara miklar áhyggjur af að þessna hefur skipt miklu máli að halda þessari tíðni þetta þó mikið niður á Íslandi og þetta er sjálfsagt þeir verður að gera einhverju faraldursfræði rannsóknir á þessu stórar og miklar, hvað þetta þýðir og svo síðan er bara svona kannski stærsta áhyggjuefni hefur verið raunverulega skólakerfið og þar sér maður miðað við nágrannalöndin eins og grunnskólinn og annað, þetta er svona haldist að mestu gangandi hjá okkur þar sem víða hefur verið mjög mikið inngrip og dottinu skólahald og svona, þannig að það er svona ýmislegt sem maður sér að ganga tiltölulega vel hjá okkur miðað við nágrannalöndin. Það sem við vorum kannski að gera efasemdir í pólitískt í suma var að við vildum bara að það væru heimildir í lögum
fyrir hlutunum. Kannski kemur upp máli í Danmörku varðandi minkinn og að það sé með að þessi löggjöf sé á hreinu. Hvað fást? Síðan eru, eins og ég persónulega, mér finnst það ganga rosalega vel fyrir sig og hérna hef bara verið mjög ánægður með hvernig það tekist á við þetta allan þennan tíma að langmestu leyti og síðan bara áhyggjur mín að það mest verið varðandi hvað gerist með alla þessi einstaklingar sem er að lenda svona illilega í því að koma tilbaka og síðan með skólahaldi hvað áhrif þetta hefur á okkar unga fólk í framtíðinni að vera raunverulega að missa út hálft framhaldsskólanámið tíman eða í 3 ára BS-gráðu að þú missir raunverulega hálfan tíman inn í þetta ástand. Þannig að það er ýmislegt svona sem hérna, maður hefur miklar áhyggjur af. En ég ætlaði svona bara rétt í lokin varðandi þennan þátt. Strákar, við verðum með langa þátt í dag og við klippum hann síðan niður, sérstaklega sjúkraflugið, ég sé að það er full þörf á því. Það verður bara að koma því að og ég held að það sé bara mikilvægt að það sé rætt hér. Það snýr að bólusetningum. Og nú var könnun í gær og þá birti nú heldur yfir manni að einhver maskínu könnun í gær sem sýndi fram á að 92% Íslendinga ætlaði að bólusetja sig. Það ætluðu að gera það mjög líklegt að myndu gera það, hvernig það var orðað. Ég sá einhverju könnun fyrir einhverju vikum síðan og þá var þetta ekkert svona. Þá var þetta eitthvað 40-60 sá maður einhverju kannanir og slíka kannanir hafa verið víða erlendis. Það vantaði mikið upp að fólk ætlaði að bólusetja sig. Og þá náttúrulega verðum við aðeins að tækla. Við erum að fara inn í þetta ferli með Pfizer, Moderna og AstraZeneca og hvað þetta heitir allt saman. Og þetta fyrir að detta inn á næstu vikum. Moderna vonandi Evrópusambandið á morgun og hjá okkur fyrir miðjan janúar og svo AstraZeneca kannski hérna heima við í febrúar með að Bretarnir komið bráðabirgðaleyfi núna í desember og vonandi gengur það eftir. En mikilvægi bólusetninga í þessu ferli, það er sko, ég skil ekki satt að segja að fólk ætla að neita að bólusetja sig. Þá lít ég þannig á það að fólk sérum bara ætla að vera niður í kjallara að loka inn í herbyggi í næstu árin. Að það ætla þá ekki að ferðast eða fara úr landi, fara langa leiðir til landa sem við vitum að verða mjög sein að koma til og heimsálfur jafnvel. Hvernig lítið á þetta sko varðandi bólusetningarnar og mikilvægt, hvernig mun þetta ganga á næstunni hjá okkur? Jón Torfi, það myndi byrja á síðan Björn. Sko, þetta er náttúrulega bara eiginlega vísindalegt afrek að við séum að fá bóluefni núna á 8 mánuðum eða því sem næst og hérna ég myndi segja að og það sem maður heyrir er nú allavega ekki það fer ekki hátt í mín eyru að fólk vilja ekki bólusetningu og almenna reglan er svo að fólk eins og ég upplifði að sé að bíða eftir að fá bólusetningu og þá helst í von til þess að fá meira ferðafrelsi. En ég held að það sé gott fyrir bara alla að hugleiða, þú veist, hvert kórónuveiran fer. Það er enga líkur á því að hún segi bara bless við okkur og fari. Og það er í raun og veru umtalsverðar eða bara afgerandi líkur á því að hún geti orðið bara fylgi okkur áfram og geti farið yfir í það til dæmis eins og hérna á Íslandi svona nokkuð afmörkuðu svæði að hún kannski dúkki upp með reglulegu millibili nokkur ára fresti jafnvel sérstaklega ef við erum ekki bólusett og þetta geti farið yfir í eitthvað svona munstur eins og vorum áður með mislingaveiruna. Það er alla líkur á því að henni takist að viðhalda sér í öllum þessum milljörðum sem á jörðinni búa og skjótast síðan fram með mismiklum krafti. Og svo þegar eru svona margir búnir að taka þessa sýkja þá náttúrulega aukast líkurnar á því að það komi fram stökkbreytingar sem að aukja hæfni veirunar á einhvern hátt, hvort sem það er til þess að vera lengi með langan meðgöngutíma eða aukin smitnæmni. Þetta er allt saman til í dæminu. En það er bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessar bólusetningar og allavega myndi ég ekki vilja í svona eins og staðinni núna, segi ég ekki fyrir mér að ég væri að hugsa mér til ferðalaga heiminn í framtíðinni öðruvísi en að þetta væri
klárlega eina bólusetningunum sem hefði bæst við, hvort sem þá væri hluti af ferðamannabólusetningum eða grunnbólusetningum. Það er ekki sérstaklega góð hugsun að vera einhvers staðar í ferðalagi eins og við erum orðin mjög hrifin af að fara og helst á mjög exotíska staði og veikjast þar. Þá vil ég nú frekar fá smá vont í handlegginn heima á Íslandi heldur en að vera veikur með takmarkaða þjónustu einhvers staðar í heiminum. Já, ég er bara rosa glaður að þetta skulle vera komið og þetta var bara frábært og ég held að ég hef engar áhyggjur af þessu á Íslandi. Ég held að þetta komið til með að ganga tiltölulega fljótt og vel og mjög hátt hlutfall landsmanna mun örugglega fá bólusetningu sem er bara frábært sko. En ég hafði hins vegar alltaf áhyggjur af þessu svona meðan þetta var í þróun vegna þess að það er yfirleitt ekki gott þegar er búið að framleiða lyf í massavís áður en er búið að prófa þau. Þannig að það komið fréttir af lyfjafyrirtækjum sem áttu fleiri milljónir skammta en það var ekki búið að sýna fram á gagnsemi lyfsins. Og þá spyr maður sig, ég ræddi þetta við máminn sem á rekur lyfjaverksmiðju og þetta væri sem sagt fyrsta reglan, mátti ekki gera þetta vegna þess að hver ætlar að standa í vegi fyrir þessu ef það kemur upp einhver kannski tiltölulega smávægileg aukaverkun eða eitthvað. Ætlar þú að vera sá sem stoppar það að þetta lyf fari á markað sem geti bjargað svo og svo mörgum. En það sem ég hef lesið um þessi bóluefni er bara gott og ég held að þetta verði bara komið til með að ganga mjög vel. En ég hef eins og áhyggjur að því til dæmis að það er komið fréttir núna frá Bretlandi og líka til dæmis Þýskalandi. Ég held að við margir dáið COVID í Þýskalandi í desember einum eins og alla aðra mánuði síðasta árs til samans. Þannig að maður velti fyrir sig hvort að þetta er svona menn sé orðnir það lúnir og svo erum við bara að sjá bóluefni í hillingum að sé breytt hegðun svona alveg í lokin sem geti leitt til þess að verði alls svakalegu faraldur núna eða bylgja sem komi allavega með Evrópu. Já, þegar maður sér líka bara í Bandaríkjunum og svipað, það er ekki lægra hlutfalli í Bretlandi eða Rússlandi. Ef þú myndir yfirferð til Ísland þá væri þetta 3-4 degi á dag á Íslandi. Þannig að bara í einu mánuði væri þetta 120-130 manns eða eitthvað cirka bát. Og það er bara svona til að fólk átti sig á hvað við erum að tala um í nágrannalöndunum og við erum að sjá mjög erfið dæmi nú á þessum tímapunkti. Þannig að þetta er hérna. En svo líka fannst mér áhugavert núna, ég sá viðtal við forstjóra BioNTech sem er þess aðli Pfizer að þeir segja skita á 5-6 vikum raunlega búið til ný bóluefni með við, það er búið búið til bara gjörsamlega nýja tækni í kringum alla þessar hluti, uppbreytingar og annað, þannig að það er orðið gríðarlega tæknibreytingar með þessari líftækni inn í bóluefnabransan virðist vera, þetta virðist vera gjörbreyting á hugmyndafræðinu. En þá er aftur skapast svo hætta með að fara að stytta sér leið í staðinn fyrir að fara í gegnum þessi skref að prófa þetta nákvæmlega. Já, það er alltaf svo hætta. Já. Herðu, núna ætlum við að nú verður bara til nýr þáttur sem er sjúkraflugi. Að fara aðeins í gegnum það og mikilvægi þess. Eins og ég áðan kannski í kynninguna á þættinu, þetta hefur nú kannski verið eitt af málum í pólitíki sem maður hefur svona mest í gegnum árin talað um. Þetta er eitt af þeim málefnum sem leggur mikla áherslu á að auka skilning á og hversu stórt þetta er í samhengi hlutana og Reykjavíkurflugvöll og alla þessu umræður sem hefur verið að taka í gegnum árin. Og við hefum verið áður með fleiri þætti hérna þessi mál í næstu skrefum, sem ég kalla þessa þáttaröð. Reykjavíkurflugvöll og síðan öryggismál Reykjavíkurflugvallar átti þá viðtal við fyrrverandi flugmálastjóra, Þorgeir Pálsson og formann öryggisnefndar FÍA, félagslega atvinnuflugmanna Ingvar Tryggvason öryggisþáttinn, fórum aðeins inn í sjúkraflugið og annað. En nú er ef við myndum kannski bara hlaupa sjúkraflug í Íslandi, eins og við komum inn á það, 800-850 manns á síðustu ári, það verður væntanlega minna núna á COVID-árinu, bara minn umsvif í samfélaginu og Ólafur kannski með tölfræðina hjá sér, ég veit það ekki. Við í heilbrigðiskerfinu okkar
og við þekkjum, þetta hefur nú spurt í fjárlaganefndinni og svarið sem ég fekk á sín tíma inn í þingi þegar ég var að leita upplýsingar við stjórnendur Landspítalans, þá töluðum að Landspítalinn væri eitthvað með þannig að þetta væri svona 10% af rekstri Landspítalans væri þessu erfiðustu tilvik sem engin annar getur sinnt og væri bara einu stað í landinu og þetta væri þessi þjónusta sem að þeir var að veita umfram kannski aðra staði, það sem snýra hjarta, heila og taugaskurðlækningunum og áverkunum, fyrirburum og svona, Björn, þú getur örugglega að tala eitthvað fleira til, en þetta væri svona megin uppstaðan því ég var að skoða þetta fyrir einhverjum árum að þetta gæti verið þessi 3 hópar sem ég telur þarna að með minni ég var að skrifa ykkur greinir 35% af umfanginu og ég myndi kannski bara, Ólafur, þú tækir eftir F1 og F2, F3 og F4 hvað þetta þýðir, en Björn, hvernig ef þú myndir byrja með þetta, sjúkraflug Íslandi, nú hefur reynslunum frá Noregi og einmitt í þessum þegar maður hefur verið að kynna sér þetta í gegnum árin, þá að mig minnir, þá Norðmenni þeir skipta Noregi upp í 7 svæði og kannski nyrsta svæði nyrst í Noregi, svona svipað að stærð og Ísland, svipað að vegalengdir og hvernig þeir byggja á þessu 7 svæðum að þá sé bara eitt svona center sem að þjónustar svona megin sjúkrahús með erfiðustu tilvikin sem þjónustar allt svæði. Fluglengdir kannski 250-400 kilometrar, það sem var í nær einhver leiti með þyrlum og þetta svolítið lengdirnar hjá okkur á Íslandi að innanlandsflugið Akureyri Reykjavík 250 kilometrar, 400 tæpir á Egilsstaði og við erum að vinna með þetta, en sko ræða bara sjúkraflugið, svona, hvað finnst þér það og hvernig þetta ganga? Já, mér finnst margt það. Ég finnst þetta hefur batnað gríðarlega mikið. Ég meina, bara við byrjum svona svolítið á byrjuninni, þá byrjum við með skipulega lækna fyrir sjúkraflug hérna í mars 2002 og síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og ég held að svona fagmennskan hafi aukist hjá öllum aðilum, öllum sem kom að þessu síðan þá, mikið. Þá ég bæði að tala flugþáttinn, sjúkraflutningaþáttinn, sjúkraflutningamennina og læknana. Þannig ég held að við höfum verið að réttir leið með það og það unnið mjög ánægjulegt að við okkur hefur tekist það. En ef við berum þetta saman til þessu Noreg, þá þetta unnið kannski þannig að Norðmenn hafa farið þannig að sko ef við skoðum fyrst tölur aðeins, það rétt kannski 18.000 sjúkraflug í Noregi á hverju ári. Ég held að 10.000 af þeim flugum, rúmlega helmingurinn í norðurhluta landsins. Þar rúmlega helmingurinn, þar búa bara 10% landsmanna. Þannig eftir sem að byggður eru strjálbýli, þeim mikilvægari þáttur sjúkraflugið. Þannig að ef þú skoðar til dæmis heilbrigðiskerfi í Norður-Noregi, þar eyða þeir það 10%, einni af hverjum 10 krónum í sjúkraflug. Þannig að þetta gríðarlega stór þáttur í starfseminni og til þess að fara sem best með peningana þá hafa menn reynt að skipuleggja þetta út frá því að aðgengi allra sé sem jafnast. Það sé hægt að nálgast eða komast til allra, helst innan 45 mínútna. Og þá þetta bara teiknað upp á korti og smám saman hafa með verið að fylla í götin. Þannig að núna til dæmis Noregi heldur séu 25 starfsstöðvar fyrir sjúkraflug í landinu öllu og þetta miðar allt að því að þétta netið. Þannig að allir hafi nokkurn veginn sama aðgengi að sjúkraflugi. En við erum náttúrulega mjög lítið land og þetta einhvern veginn erfitt að bera þetta saman við það, en það sem stendur upp úr í mínum huga það að þarna þetta snýst mikið tímafaktor. Það snýst þann tíma sem það tekur að koma aðstoð til sjúklingsins og þá sérhæfðir aðstoð sem þá borð í vélinni, hvort sem það þyrla eða flugvél, og síðan þann tíma það sem tekur að koma viðkomandi og sérhæfða stofnun. Og eins og ég sagði, þarna í Noregi snýst þetta að jafna þann tíma sem allra mest. Við erum svolítið að fara í öfu átt. Hér verið að tala það að það búið að leggja af núna eina flugbraut í Reykjavíkurflugvelli og ef ég hef skilið þetta rétt þá stendur ég til að loka annarri braut eftir 3 ár eða þar bil. Og þá erum við að hoppa eða fara aftur á bak. Og það gríðarlega stórt og alvarlegt mál sem við langar að tala aðeins meira hérna í dag. Jón Torfi, þú ert búin að vera 20 ári sem fluglæknir? Jú.
og Björn talar þetta hafi svona fagmennskan aukist og svona starfið í kringum þessi starfsemi. Já, ég er hjartanlega sammála því, sko. Við erum búin að fara í gegnum svona nokkra ferla í þessu, það sem að má eiginlega segja almennt hefur verið stöðug framþróun í þessu. Við erum búin að sjá fagmennskuna að vaxa alveg gríðarlega mikið og þekkingu líka. Ég, sem sagt, var einn af þeim sem byrjaði þarna að taka þessar læknavaktir í mars 2002 og einhvern veginn atvikaðist það að ég hef aldrei almennilega náð að hætta aftur. Þetta er eitthvað, en þetta sem betur fer, þá er þetta er skemmtileg vinna, þetta er mjög gefandi vinna og hérna maður byrjar í þessu svona ákveðinni skyldurækni að vissu marki því að hérna við upplifum það að við vorum að koma þarna inn og hjálpa læknunum sem að voru einangraðir að vissu marki með kannski veikt fólk einhvers staðar út í sveiti eða þar sem að og þurftu annaðhvort að setja fólkið upp í sjúkraflugvélina og vona hið besta eða þá fara með þeim sjálfir inn á sem sagt fá flugvél til þess að koma og ná í læknin og sjúklingin og það var þarna smá undanfari í 5 ár þar sem að sjúkraflutningamenn höfðu farið samkvæmt samningi við sjúkratryggingar farið að fara með þessi flug og fríðu sem betur fer læknana í héraði svolítið frá því að fara upp í vélina því að það er eitt að flytja sjúkling til hvort það var Akureyri eða Reykjavíkur en svo voru þessir ágætu læknar héraðslæknar oft fastir í þéttbýlinu og voru að skilja sín héruð eftir læknislaus. Þannig að það sem að byrjar svona sem vissulega bara svona ákveðnar björgunaraðgerðir, auðvelda héraðslæknum lífið og við hoppum inn í þetta og eins og ferum við bara að byggja þetta hægt og rólega nokkuð örugglega upp og hérna náttúrulega gríðarlega mikill styrkur að fá hérna fagaðila inn í þetta með fagþekkingu á sjúkraflugi eins og Björn og fleiri og líka bara það koma í byrjun þetta svo sem margir læknar sem kom inn í þetta og mjög margir með smá þekkingu og svo alltaf meiri og meiri þekking gjörgæslulæknar komu náttúrulega eðlilega mjög sterkir inn í þetta með alla sína þekkingu á því að veita aðstoð veikustu sjúklingunum og smá saman held ég að við höfum náð að búa til ljúgandi gjörgæslu að svona stórum hluta. Ólafur, ef ég man þetta rétt, þegar að þetta er skipulagt með þessum hætti sem við þekkjum í dag 2002 þá voru þetta kannski 200-250 sjúklingar hérna í byrjun aldar. Nú er þetta fjölgað í 800-850 síðustu ár og hérna aðkoma ykkar og tölfræðin í þessu og síðan kannski segir okkur hans frá hvað þýðir mismunandi flutningur svo að áhorfendur átti sig á því F1, F2, F3 og F4. Já, við höfum verið að fara sem sagt F1 og F2 flutningar þá höfum við sem sagt það er alltaf læknir með F1 flutningi og það er þá eitthvað lífsógnandi ástand á sjúklingi og það sem sagt má ekki bíða. Og F2 er svona aðeins vægar á þar stundum verið metið hvort þessi þörf á lækni og við erum náttúrulega með hérna á slökkviliðinu 5 bráðatækna störf sem og stundum við geta boðið þá fram og þeir hafa nátt geta leyst úr F2 flutningum en það er bara samtal sem fer fram það. F3 er þá bara flug sem að er sem sagt ekki svona panta fyrirfram og á bara að fara í sem skott og hægt og svo eru hérna í samningnum ákveðnar hérna svona tímalengdir sem eru hérna gefnar upp sem viðmið fyrir hvern forgang og hérna á F4 er þá oftast flug sem er þá pöntuð með deginum áður þannig að það er þá stundum hægt að seinka þeim eða flýta til þess að hérna láta bara passa saman við skipulag dagsins. Þú myndir kannski líka Ólafur segja okkur hlutföllin F1, F2 á móti F3 og 4.
ég þetta jafnvel cirka helmingur. Ég með á skjánum hjá mér, ekki þetta, kannski Ég er ekki með það hjá mér á skjánum. Þú kemur aftur inn. Ég myndi kannski vilja Björn segja líka að þú minnist á Neyðarbrautina var lokað þarna árið og Norður-Suðurbrautin, hún raunverulega bara í aðalskipulagi núna til 2022 í Reykjavík. Það er það sem ég verið að gera athugasemdir við. Þannig að nú mánuðirnir farin að telja niður í það ár. Og það er það sem ég verið að gera alvarlegar athugasemdir við, að mér finnst ekki nægilega það á hreinu í skipulagi núna er að koma til nýtt skipulag í Reykjavík, framleitt skipulag sem á að gilda fram til 2040 maður rétt og það raunverulega ekki gert ráð fyrir flugvellinum í Reykjavík í lok þess tímabils og Norður-Suðurbrautin eftir bara í aðalskipulagi og það var framlengingi sem við fengum undirskriftasöfnunni á sínum tíma 2013, þá var lengtur líftími Norður-Suðurbrautarnar frá 2016 til 2022. Þannig stendur málið og það er stjórnsýsla málsins. Til 2022? Já, og það er það sem ég verið að gera alvarlegar athugasemdir aftur og aftur. Og nú erum við komin í að telja niður mánuði, þannig að fram að því. Þannig að það er bara... Ef þeirra séu bara árið í ár, að sko, eins og töluna síðustu 5 ár, þá tölum við það bara, að það er 2015 vorum við með rétt 500 flug og 2018 voru við komin yfir 800, það voru 70% aukning á 3 árum og fjölda sjúklinga sem voru fluttir með flugi og en svo aftur fækkaði núna aðeins 2020, náttúrulega bara út af COVID, það sést alveg greinilega á bara eftir mánuðunum þegar það var mest að gera í COVID-inu og minnst að gera í fluginu. En af þessum, núna á þessu ári voru að heildarfjöldi sjúklinga 650 rúmlega. Þar var sko 300 F1 og F2 flug. Þannig að það var náttúrulega fækkað aðalega sko F3 og F4 flutningunum, eða F4 flutningunum mest. En F1 og F2 voru nærri helmingurinn af flugunum á þessu ári sko. En Björn, þú var kannski með tölurnar svona almennt. Nei, þetta held ég örgulega, þetta alveg nú nákvæmt þetta til að fólk átti sig á þessu, en þetta samt gríðarlega, ég verið að taka saman tölur núna fyrir, við byrjuðum að skrá í sérstaklega gagnagrunn og það eru sjúkraflutningamenn sem hafa fært inn í þann grunn frá byrjun 2011, þetta eru sem við höfum verið að nota tölur fyrir 2012 til 2019 og bráðum fáum við fyrir síðasta ár, 2020 og við erum með einhvers staðar 1700-1800 flug á þessu tímabili sem eru í forgangi 1, fyrsta forgangi og þetta eru margir sjúklingar og ef við skoðum, ég var að vera að skoða hvað tekur langan tíma að framkvæma flutningi fyrir þessa sjúklinga, það tók reynda saman bæði F1 og F2 en það er engin munur þar á en á þessu tímabili er það meðal flutningstími, það er það frá þeim tíma sem að sjúkraflutningamenn leggja af stað í útkallið og þangað til að sjúklingunum er skilað. Þá yfirleitt er það á Landspítalanum í langflestum tilvikum og meðal tíminn er 145 mínútur. Og ég finnst að sem tíði það í helmingi tilfella er tekur að lengri tíma en 145 mínútur að flytja sjúklinginn og það er langur tími og þessi mínútur geta skipt miklu máli í svona tilvikum og ef við erum að tala það að við loka Reykjavíkurflugvelli og þá aksturstíminn við bestu aðstæður kannski 40 mínútur en svo flugtíminn aðeins lengri og svo þar náttúrulega að flytja sjúklingin úr sjúkraflugvellinni yfir í sjúkrabílinn. Þannig að ég held að með gera ráð fyrir því að það allavega 60 mínútur í viðbót með ég bæta 60 mínútur við þennan tíma sem ég var að nefna áðan og í sumum tilvikum meira þegar mikil umferð í borginni. Þannig að þá erum við konum með yfir 200 mínútur og það skiptir gríðarlega miklu máli upp á afdrif sjúklinga að fara úr 145 mínútum í 205 mínútur. En hins vegar það þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að sýna fram á það. Við erum ekki, þó við séum 700-800 flug á ári og jáfnvel sum árin yfir 800 flug, þá er erfitt fyrir okkur eða ómögulegt fyrir okkur að sýna fram á það og þetta svona lenging hafi áhrif á lifun eða fötlun eða lífsgæði sjúklinga.
Við verðum að horfa til annarra landa og sem betur þeir hafa menn gert þetta varðandi sömu sjúkdóma og ég var til dæmis að kíkja á eina rannsókn þar sem voru teknar inn í 5 stærstu rannsóknir fyrir heilablóðfall, blóðtap í heila og verið að skoða hvaða máli það skiptir að seinka meðferðum 60 mínútur eða aðra 60 mínútur eða aðra 60 mínútur. Og það hefur gríðarlega mikil áhrif. Það minnka líkurnar umtalsvert mörg prósent á því að maður gangi heill út að aflokinni meðferð og það aukast verulega líkurnar á því að maður að maður deyi eða ef maður sé háður öðrum, maður sé það alvarlega fatlaður eða skertur. Þannig að við þurfum að fara að tala á þessum nótum. Að þetta hefur áhrif á það er alveg umdeilanlegt. Þetta hefur áhrif á batahorfur og lífslíkur okkar sem búum út á landi að flutningstíminn sé allavega ekki lengri en það í dag. Alveg óumdeilanlegt. Ertu ekki að vinna, ef ég maður rétt, rannsókn tengd þessum málum eða var það bara að fara í gegnum gagnagrunn og búa hann til vinna betur tölfræðina eða hvernig? Já, við tókum hann gagnagrunn og eins og oft með svona gagnagrunna þá eru rosalega margar villur í þeim. Það er bara þannig sem það er og ég sóttum í nýsköpunarsjóð námsmanna, fékk styrk til að borga mastersnema, meistarnema við HR, laun í 3 mánuði við að hreinsa og fara í gegnum þennan grunn og við gerðum það saman í sumar. Nú hefur við bara eftir að fara fyrir tölur fyrir árið 2020. En það tölur sem við höfum eru fyrst og fremst svona tímatölur, þú veist, við höfum ekki svo mikið klínískum upplýsingum. En ég tel samt að þetta sé mikilvægar upplýsingar og ég held að það sé, þess að geta rætt þetta í staðreyndum, þá þurfum við að hafa staðreyndirnar á borðinu og það eru meðaltali 145 mínútur sem þetta tekur. Ég held að síðan umræðan og það virðist nú vera eitt af þessu sem að virðist vera mjög lífsegt í umræðunum hjá þeim sem vilja tala eitthvað á þeim nótum að sjúkraþyrlu bjargi þessu öllu saman. Það sé bara hægt að vera með þyrlur og fljúga allt land og við höfum náttúrulega eins og kannski eins og ég var útskýr á það með Noreg, hvernig beita þyrlum og síðan aftur svipuðu flugvélum og hjá okkur á lengri leiðunum að tímafaktorinn flugstjórar landhelgisgæslunnar hafa skrifað margoft og margsinnis greinar í blöð á undanförnum árum og síðustu 10-20 árin greinar að þyrluflug í sjúkraflugi mun ekki koma að fullu, sem sagt, mun ekki redda þessu sko. Það verða alltaf flugvélar, það er bara aðstæður, landfræðilega aðstæður og veglengdir og ísing og slíkir þættir. Ég held að væri reynda góð hugmynd að taka eitt viðtal við þá þessi mál. Það sem ég datt í hug í morgun. Þannig að það er ótrúlega margt sem þarf einhvern veginn að fá bara betri umræðu. En Björn, er þetta að koma, þurfum við ekki að hefja einhverja meiri umræðu þetta? Nú er ég að benda á þetta með Norður-Suðurbrautinni Reykjavík eftir 1 ár og það er ekki fast í hendi að hún lifi næsta ár af. Ég held að það sé bara gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur sem búum út á landi að reyna að stoppa þessa lest sko, ef það er mögulegt. Þannig að ég er ekki nokkrum að það að þetta kemur til með að hafa áhrif, eins og ég segi, á líkur okkar, lífslíkur okkar og líkur á því að við fáum góðan árangur og læknismeðferð. Og þetta er sjúkdómurinn. Þetta er kannski svolítið svipað eins og þegar að kveiknar í húsum að það náttúrulega ef það brennur allt í kaldra kola þá veistu það, en ef það brennur ekki, skilur við að kveikna bara í eldhúsinu og við náum að slökkva það, þá er samt erfitt að, veist, fólki finnst það ekkert eins merkilegt. Það er miklu meira að horta á þegar að húsi brandi kaldra kola. Skilur við, en þeir sem við erum að bjarga, ég meinaði bara þannig, að þeir sem við erum raun og veru kannski að bjarga núna með styttri flutningstíma og svona þetta góðri þjónustu allavega, að það vekur ekki athygli að því við björgum. Það verður bara að horfa svolítið á það. Nei, ég er svona bent á það gennum tíðina að það væri nú og rætta við að það væri nú kannski áhugavert fyrir samfélag okkar að það væri gefin út fréttatilkynning með sama hætti og Landhelgisgæslan gerir gagnvart þyrlufluginu þegar einhver er sóttur í sjúkraflugi
að það væri kannski 1 mánuð tekinn þannig í sjúkrafluginu með flugvélum, eða kæmi bara alltaf fréttatilkynning með einhverju einasta sjúkraflugi. Þá hefði komið í fyrra sko 90 fréttatilkynningar sjúkraflug frá Vestmannaeyjum. Við fórum 90 sinnum til að sækja sjúkling til Vestmannaeyja. Já. Ég finnst það vera mjög gráu svæði að vera að standa upp á stól í hvert einasta skipti sem mann taka á loft. Því að oft þetta viðkvæmar persónuupplýsingar og það vita allir hvernig verið að ræða. Og mér finnst það í raun og veru bara ekki til eftirbreytni. Og ég bara vil ekki vera einhver Facebook-læknir sem að vera á. Nei, ég bara að benda á það sem að kemur sem fréttatilkynningar frá gæslunni í hvert einasta skipti. Það er bara þetta sem... Ég er að benda það á móti að mér finnst það að vera á gráu svæði. Já, ég er algjörlega sammála Birni þarna og við höfum til dæmis hérna hjá Slökkviliði Akureyrar lagt núna hérna það er orðið alveg blátt bann frá mig fyrir nokkrum mánuði síðan við því að setja hjá starfsmönnum að setja myndir af sér hérna, í flugi. Það er bara því að eins og Björn segir, þetta eru bara fá tilfelli og það er auðvelt að leggja saman sko uppsingarnar og til þess að fá út eitthvað persónulega greinilegt sko. Já, það er bara þetta hlutfall sem maður er að reyna að halda á lofti að það er semst 85% sem hefur verið með flugvélum í sjúkraflugi í Íslandi og 15% með þyrlum og þannig hefur þetta nokkuð veginn bara haldist mjög langt skeið þetta hlutfall. Þannig að það er að passa að halda því á lofti. Hérna, þátturinn heitir Næstu skref og þá er Jón Þór, vildir koma inn? Ég var bara að segja að það er svolítið hætt á að aðilum verði hált á þessu persónuverndarsvelli. Já, einmitt. Hérna, þátturinn heitir Næstu skref og þá spyrir maður oft spurningarna hvað er að fara að gerast á næstunni, hvort sem er hugsið til skamms tíma eða lengri tíma og þið eru á mismunandi vinni á mismunandi stöðum. Hvað er að gerast hjá hérna í þessari þjónustu? Hvernig sér þetta fyrir Ólafur næstu 10 árin? Þróast eins og með ykkar starfsemi og í vinnunni í sjúkrafluginu og jafnvel bara slökkvistöðinni og sjúkraflutningum á landi. Hvernig er að vera miklu breytingar á þessari þjónustu og tækni í kringum þessa hluti? Það er allavega eru núna stödd á tímamótum með það og ég held að við þurfum að gera það akkurat núna, af því að kröfurnar eru alltaf að verða meiri á að faglegheitin séu gerð og sérhæfingin á sjúkrahúsunum náttúrulega eykst alltaf, það verður bara að horfast í augu við það, þú getur ekkert verið með sérhæfðan lækni í einhverju, þú getur ekki verið með besta læknin allstaðar á landinu og fólk og bara ég sem einstaklingur, ef ég ætla að fara í einhverja mjög erfiða aðgerð þá vilja besti læknirinn á landinu gera þessa aðgerð sem er í bestri þjálfun við. Þannig að flutningarnir hljóta alltaf að verða mikilvægur og mikilvægari. Að flytja sjúklingarna þangað sem besti læknirinn er til að gera viðkomandi aðgerð. Hvort sem það er svo Akureyri eða Reykjavík, það skiptir ekki öllu máli. Það tengist kannski því Ólafur bara sem ég sagði áðan varðandi þessa alvarlegustu áverka hvort sem það hjarta eða heila, þú vart að heila skurðlækni í einhverjum alvarlegum áverkum eða fyrirbörum, að ef ég man það rétt, þá er ekki nema 4 eða 5 heilaskurðlækningar eða tauga og heilaskurðlækningar eða hvað því læknarnir kallir starfsheitið í landinu. Þannig að það eru óbúslega fáir og það er all tölfræði og þetta er kannski Björn myndi þekkja vel í sínum skoðunum og Jón Þór mögulega, ykkar störfum, að bara halda fólki í þjálfun á Íslandi með nægilega mörgum innkomum í aðgerðir og annað, að þetta er umverulega bara mannfæði í Íslandi upp á 268.000 manns að halda tilvikunum á svo mörgum sviðum að það verður varla gert nema einum stað. Er það ekki þannig, Björn? Jó, ekki bara það er líka að fá fólki til þess að búa og starfa út á landi, það hefur gengið ekkert allt og vel, til dæmis að Sjúkrahúsinu Akureyri að fá sérfræðilækna til að flytja hingað og starfa hér. Það er bara blikur á lofti hvað það varðar, til dæmis þetta sé einn geðlæknir sem að býr og starfar Akureyri og það er svipað með myndgreiningarlækna og margir sem að hefur þurft að má segja, kaupa leikmenn erlendis frá, það sem má segja, og það er náttúrulega ekki stöðugt ástand oft og kostnaðarsamt, þannig að það er líka að taka það með reikningin. Mér langar aðeins að koma
Einarsson, þú varst að tala með þyrlurnar áðan. Já, Og það er náttúrulega ýmislegt hefur breyst í varðandi innlandsflugi og það eru færri og færri staðir sem eru flogið til reglulega og flugvöllum hefur fækkað verulega. Þú þekkir það sjálfsagt tölur það, en alltaf ekki helmingi færri skráðir flugvellar á Íslandi en það voru kannski 1975 eða þar bil. Og þetta þýðir það að líka til dæmis að brautin á Sauðárkróki, henni er ekki endilega moka á hverjum degi og svo þegar það er að nota hana getur verið svellbunki á brautinni og starfsmenni sem að vinna eru kannski ekki fullri vakt að vinna við það að þjónusta völlin að moka hann og gefa veðurlýsingar og þess að það. Og allt hefur þetta svona til samans áhrif á öryggið. Það verður aðeins minna. Það er ekki sami fjöldin eins og vorum að tala áðan og það þarf að hafa ákveðin fjölda tilfengum til þess að hafa færni og reynslu til að gera hlutina vel. Þannig ég hef áhyggjur af því að það geti verið færri og færri staðir át á landi sem við erum að fljúga á. Við erum ekki að fljúga á Kópaskeri, við erum ekki að fljúga á Raufarhöfn, við erum enn að fljúga á Þórshöfn og Vopnafjörð. En þú veist, þá þurfum við kannski að fara að hugsa þetta pínulítið upp á nýtt. Og þyrlur í dag eru komin með betri afvísingabúnað heldur en var og það eru orðnar jafnvel aðeins hraðflegari og kannski það möguleiki sem við ættum að skoða betur en við höfum verið að gera og ég held að það væri mjög mikilvægt að fara af stað með þetta tilraunaverkefni sem er búið að ræða á Suðurlandi og það er ekki allir sem hafa spáð illa fyrir því og sumir og Landhelgisgæslan hafi gert það en ég held að Benóný Ásgrímsson hafi ekki gert það. Hann spáði því að í flestum tilfellum gæti þannig tiltölulega lítið þyrla að athafna sig á Suðvesturlandi og það er líka veðurfar hefur breyst. Þannig ég held að það sé mjög brýnt að við förum að prófa okkur áfram með það. Og líka það er svo mörgum spurningum ósvara með það, ekki bara hvernig vélakostur er bestur, heldur líka hvernig hvaða áhöfn á að vera. Ef það verður 3 í áhöfn, ef það verður 4 í áhöfn. Þannig við þurfum að fara að prófa okkur áfram með þetta. Og vonandi verður það, ég vona að verða bara á næstu 2 árum sem við getum farið í gang með það. Jón Torfi, með heilsugæsluna og þeir starfsumhverfi á næstu 10 árin. Það er mikil tækninýjunga, 4. iðnbyltingin að koma, róbótar og hvernig sér þetta fyrir þér? Sko, það er nú reyndar til góðar vísindagreinar á því að það sé eitt af því síðasta sem að róbótarnir leysa af hendi sé þessi mannlega læknishönd og mannlegi þátturinn. Það er æði margt að fletta farið undan. En það sem maður sér náttúrulega fyrir sér og það er hluti sem eru að gerast og bara sem dæmi að þá í raun og veru búið að vera að undirbúa ákveðið svona auka sérnám til þess að mæta vissum þáttum að þessu. Það er sem sagt í raun og veru núna í nokkur ár búið að vera að undirbúa héraðslækningasérnám sem að væri svona viðbót við heimilislækninganámið. Heimilislæknirinn með grunnnáminu er ekki nema 12 ár og það datt einhverjum í hug að bæta 2 árum við það. En það er ekki hægt að neita því að læknar sem að kannski eru sérmenntaðir og uppaldir í Reykjavík og klára sitt sérnám síðan á heilsugæslustöðum í Reykjavík, það vantar alveg töluvert upp á það að þeir séu þjálfaðir í ákveðnum hlutum og kannski öðlist reynslu ákveðnum svona bráðalækninga og meðferð bráðra sjúkdóma. Þannig að þetta héraðslæknanám í raun og veru byggt upp til þess að auka hæfni þeirra líka með fæðingarhjálp, umönnun bráðveikra og svona sérhæfðari hlutir. Það er vegna þess að þegar þú stendur einn út í héraði þá þýðir ekkert að kalla í næsta að bíða eftir að fá hjálpina. Og ég held að það er líka annað millistig sem að ég reikna að við munum sjá. Sko, það er ekkert leyndarmál að það er ekki bara sjúkrahúsið hérna á Akureyri sem á í erfiðleikum með að ráða til sín hæft starfsfólk, hæfa lækna sem að hafa nógu fjölbreytt svona áhugasvið og þekkingasvið til þess að geta í raun og veru bara unnið öryggi. Þá líka við með minni spítalana út á landi þar sem að
smá saman hefur þjónustan þar verið að breytast og ég reikna með að finnst eðlilegt að maður myndi horfa til þess að maður myndi einbeita sér að því að auka færni mjög víða á landinu til þess að hugsa sjúklinga í nokkra klukkustundir. Það er að segja geta tekið á móti slösuðum og bráðveikum, veitt þeim góða bráðaþjónustu, en það sé ekki hugmyndin að það sé verið að reyna að finna leiðir til að ljúka þjónustuna, heldur það sé þjónusta sem þú veitir þar til sérhæfður flutningur kominn, annarkvort með viðbótarmeðferð sem að við erum vissulega stundum með í fluginu og síðan þá að koma þessu inn á þessa stærra staði og eins og við þekkjum að í sívaxandi mæli hefur þessi stóri staður verið Landspítalinn. Það er þegar við vorum að byrja hérna fyrir 20 árum síðan að það var ýmislegt sem maður gat gert á litlu sjúkrahúsi úti bara úti í sveit sem að núna þarf flutning til Reykjavíkur til þess að gera. Það er ekki einmitt bara mestuliti, það hefur verið krafan gæði og öryggi sem hefur einnig þrýst á það smám saman hlutin hafa breyst. Það hefur ekki verið svona eitthvað heildstætt mat og svona áætlanir sem hefur verið hrint í framkvæmd. Þetta hefur verið að gerst svona smám saman og pínu tilviljunarkennt og því að eitt dæmi, það var til dæmis fyrir nokkrum árum, það var verið að gera, það var skurðstofuvakt í Vestmannaeyjum. Það kostaði einhverjum 10 milljóna á ári, ég veit ekki, kannski, minnir ég hefði talað einhverja 35 milljónir á sín tíma, en nokkuð mörg ár síðan, að hafa vakt, þannig að var þetta kalla og til dæmis þess að gera bráða keisaraskurði og meðaltali voru kannski 4 bráði keisaraskurðir á ári og sum árin kannski engin. Og það segir sér sjálft að það er mjög erfitt að halda upp í færni, sérstaklega vegna þess að það var ofta ekki sami læknirinn, kannski læknandi komu voru í stuttan tíma í einu og það gæti mun hafa áhrif á árangur og gæði þjónustuna. Og það gildir mjög margt eins og Ólafur kom inn á áðan og það mun leiða til þess smám saman að það verður að gera minna og minna af inngripum og sjúkrahúsum út á landi og það mun kalla á það að verður meira og meira sjúklingum flutt til Reykjavíkur eða Akureyrar. Og það var kannski það sem ég var að segja. Ég held að menn þurfi einmitt að hætta bara að láta þetta svona einhvern veginn renna eftir ánni og fylgja bara breytingunum og marka sér stefnu og setja á það fé og púður í það að veita, markmiðið sé að veita raunverulega bestu mögulegu þjónustu, ekki bara veita einhverja þjónustu. Og ég held að það sé kannski svolítið lag að hugsa þetta í þessum gluggum að það verður að veita góða þjónustu eftir slys og bráð veikindi tímabundið á ákveðnum stöðum og það að hins vegar að vera alltaf að einblína á einhverja langtíma meðferð, ég held að það dreifi kröftunum óþarflega mikið og til lengri tíma þá sé hættan svo að það bara glatist þá meiri og meiri færni á því að veita góða þjónustu. Ég vil okkar aðeins að kommentara á þetta. Ég er alveg sammála þessu eins og til dæmis bara í sjúkraflutningunum á Íslandi að þá það náttúrulega stendur eins svolítið fyrir þrefum að það er engin ábyrgðin dreift svo víða. Það er ekki einn aðili, eitt ráðuneyti en eitt sem að sér þetta. Þetta er með einum hætti á einum stað og öðrum annar staðar. Í dag er þetta þannig að sveitarfélögin og slökkvilið sveitarfélagana eru að sinna 80% af sjúkraflutningum í landinu en eru samt ekki með hlutverkið. Ríkið með hlutverkið en sveitarfélögin eru að sinna þessu í verktöku fyrir ríkið en svo eru samningarnir með misjöfnum hætti eftir bara sveitarfélögum. Sums staðar eru sveitarfélögin að semja beint við heilsugæslurnar, annars staðar beint við Sjúkratryggingar Íslands og þetta er bara allavega. Og þarna þurfum við bara að byrja á grunninum. Það er að byggja hús og að byrja að setja einhvern almennilegan grunn undir húsið. Kannski varðandi þennan þá var ég nú að spyrjast fyrir 5-6-7 árum þetta og ég svo sem kannski ekki verið að leitast eftir því alveg undanförnu, kannski þekki þið eitthvað en
hver stefnumótunin heilbrigðisyfirvalda varðandi sjúkraflutninga í flugi. Ég nefnilega fyrir 5-6-7 árum, þá var mér ekki til þetta og var einhver umræða að koma einhver í plagg og eitthvað. Hefur eitthvað gerst alveg á undanförnum varðandi bara stefnu heilbrigðisyfirvalda, kannski það sem Ólafur kom inn á þetta sjúkraflutninga á landi til dæmis, en varðandi flugið, hvað til þetta stefnu? Það var alltaf gefin út þetta skýrslan í fyrra, stóra skýrslan, sem var, en ég hef ekki séð að það sé neitt byrjað að fara eftir henni og eftir tillögunum sem eru lagðar þar fram, það mjög góð skýrsla. Og það var eitt sem var gert, það var lagt til að yrði til reynslu farið út í það eitthvað sjúkraþyrlu á Suðurlandi. Það síðan einhvern veginn, held ég að það hefði nú farið eitthvað á hold, en það tekið. Ég alveg sammála því til dæmis að það ætti að huga því, eins og Björn að segja, að vera með þyrlu, af því að þyrla og flugvél eru alls ekki, það má ekki líta á þetta þannig að þetta sé einhver samkeppni. Þetta bara sikkur hluturinn og virkar, sumt virkar betur en annað bæði eftir aðstæðum og staðsetningum. Það ætti bara að vera samhliða. Til að dýpka þess þetta sem varst að segja áðan, þá var það þannig að ráðherra kom norður í desember 2001 og lýsti því yfir að miðstöð sjúkraflugs á Íslandi væri á Akureyri og svo einhvern veginn var ekkert haldið áfram með það dæmi. Og þannig að hvað þýðir það að vera miðstöð sjúkraflugs? Jú, það þýðir það að það er útboð reglulega fyrir flugþáttinn sem að Mýflug hefur núna til nokkur ára. Það er á fjárlögum hvers árs. Það þýðir það fyrir sjúkraflutningamenn, ég held að Ólafur að þú hafið 4 stöðugildi sem að þú náður að herja út fyrir sjúkraflutningamenn sem þá eyrnamerkt í sjúkraflugi og það þýðir það að á nýliðin árið þá tókst að herja út annað stöðugildi, þannig að nú eru 2 stöðugildi lækna sem eru eyrnamerkt sjúkraflugi á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þetta hefur tekið 18 ára að komast á þennan stað. Og það var þannig til dæmis í apríl, þegar ég var á vakt í 22 daga fyrir sjúkraflugið, og þá þurfti ég útbúa aðstöðu heima hjá mér. Ég var með 2 baðherbyggi og ég tók annað baðherbyggi fyrir mig og ég tók allan bílskúrinn fyrir skiptaaðstöðu. Ég hafði enga aðstöðu til þess að rauninni geyma fatnað að skipta eða þrífa mig og þurfti að þvo gegn mínum eigin fötum og þvoðu í minni eigin þvottavél. Þessi betur fyrir höfum við fengið fatnað allavega eftir þetta var og það búið að koma skilningur á því að það þarf að útbúa einhverja miðstöð sjúkraflugs, það þarf að vera aðstæða fyrir starfsmenn, það þarf að vera eðlilega sóttvarnir, en þetta er ekki ennþá í nægilega góðu horfi. Fyrir 3 árum síðan þá lagði ég það til við ráðuneyti að til dæmis að slökkvilið fengi bara það hlutverk að sjá búnaðinn borð í flugvélni, því að nú sjúkraflutningamennirnir, það er okkar ábyrgð að fara yfirfara búnaðinn og hverjum degi oft og minnstakosti einu sinni í viku allt saman og ég bara vilja fá keflið frá að til þá, að sjá búnaðinn, að kaupa endurnýja búnað eftir þörfum og allt þetta, en því var hafnað og þannig að þetta er einhvern veginn maður lendir alls þar á veggjum að reyna að þróa þetta. Það er kannski eitt það verðum að fara að ljúka þessu, nú vorum við búin að slá metið í lengd á þessum þætti og við vorum að slá metið Fílubókafélagsins tók viðtal við það fyrir viku síðan. Þeir geta nú talað Brynjar Níelsson og Óli Björn og Haraldur Benediktsson en þetta er náttúrulega bara svo stór málefni að ég áttaði mig svo sem á því í morgun. Það er aldrei gott að vera með þessi bæði málefnin á sama stað, þess að bæði er það stór að það myndi fylla heilan þátt. En mér langar bara rétt í lokin að, Ólafur, það hefur verið svo ákveðið misskilningur í gangi almennt eins og það sé bara ein sjúkraflugvél og ég þurfti að vera að leiðrétta þetta stöðugt að það eru fleiri og það voru jafnvel 3-4 á þessu ári sem var að líða. En það eru 2 mjög fína vélar sem eru alltaf í tiltaks og Ólafur, eða myndi kannski bara fara þessi gegnum þetta atriði, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að útskýra þetta kannski hér að við erum ekki, þegar ein vél er í lofti og svo áhöfn, það voru ekki útiloka með næstu og jafnvel þar næstu. Þetta er svona eins og með skilgreina sjúkrabíl, það er sjúkraflugvél er þá væntanlega flugvél sem slík búnaðurinn eða drasl sem að flýgur með öllu í og svo er það
áhöfnin, sko. Það læknirinn og 2 flugmenn og sjúkraflutningamaður, í að minnsta á stundum 2 eða með 2 sjúklinga. En jú, það alveg rétt hjá þér. Við erum, Mýflug hefur verið með, er alltaf með 2 vélar og stundum á þessu ári hafa þeir verið með 3 og plús að hafa svo aðgang að fleiri vélum sem það geta fengið lánaðar. Þannig að það er til alveg, og við erum alltaf með tilbúna 2 vélar sem eru með settum í, sem stellum í, og getum tekið 2 sjúklinga í hvora vél og það er, svo eigum við 3. stellið sem er fyrir 1 sjúkling. Og auðvitað, ef það eru, það er reynt náttúrulega að hafa þær ekki báðar í viðgerð á sama tíma eða allar 3 ára, og þeir eru náttúrulega manna, það er alltaf mönnuð vakt á eina vél, allan sólarhringinn allt árið kring, og svo hefur Mýflug verið með mannaðar auka flugvakt á virkundum, allavega einhverja 3 daga í viku. Og við hjá Slökkviliðinu Akureyri höfum getað, við raunveru bara köllum út, sendum bara eftir þörfum fólk í sjúkraflug, sko. Og eins með sjúkrahúsið, þeir hafa bara ræst út þá lækna eftir þörfum, en auðvitað getur að tekið aðeins lengri tíma eða að vera að kalla mannskap sem er ekki á vaktinni. Við erum alltaf allan sólarhringinn bara 24/7 með þessa einu flugvél mannaða og með vakt sem er tilbúin bara með einu símtali. En oftast nær tekur það mjög stuttan tíma að manna vél 2. Og það er náttúrulega reynt mjög oft á það undanfarið, bara núna í desember voru allavega manni eftir, aðeins að vera að fletta upp, og manni allavega eftir 3 tilfellum sem voru með báða vélarnar í lofti í einu, sko. Í F1 og F2 útköllum. Já. Eitthvað að lokum, en nú erum við að fara að klára, Björn, eitthvað að lokum, málefni dagsins sem við erum að ræða. Já, það bara svona poppaði upp í huganum, en í einn af þessu skýrslum, kannski þeirri síðustu, var lagt til að stofna einhvers konar miðstöð fyrir sjúkraflutninga á Íslandi, og ég held kannski að það ætti að vera það sem við ættum að stefna. Það væri svona ég veit ekki hvað það ætti að heita, sjúkraflutningamiðstöð Íslands, sem hefði svona samhæfingar, væri svona yfir þessu öllu, þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að þurfum að gera það. Það væri næstu skref í stóra samhenginu varðandi sjúkraflugi að byggja upp slíkt. Ég held ekki bara sjúkraflugi, heldur bara sjúkraflutninga, það er bara í heild sinni. Það er of langt mál að fara að taka þetta í smá atriðum, en ég held að það er betri samhæfing væri til, góða fyrir alla. Jón Torfi, eitthvað að lokum? Ég er mjög sammála því, við þekki það bara verandi yfirmaður yfir sjúkraflutningum á svæðinu að nafninu til og stundum maður að vinna í einhverjum skjölum sem manni finnst eiga bara heima yfir allt landið. Það er klárlega mikil sóun í því þegar fólk af góðum vilja er að reyna að þróa starf lokalt þegar ætti að vera að vinna að samhæfingu og raun og veru að við verðum líka að hugsa það að það skiptir heilmiklu máli að fyrir fagfólk að ef það lendir í þeirri aðstöðu að þurfa að vinna annar staðar en í sinni heimabyggð sem að gerist þegar að stór áföll verða, að þá er mjög mikilvægt að geta treyst því að þekkja bara umhverfið sitt og allir sé að vinna eftir sömu reglum og þannig að menn þurfa ekki að fara á svona ögur stundu að fara að reyna að samhæfa verkefnin. Það er betra að hafa grunnatriðin einsleitt og allir þekki allt í þessu eins. Líka að búnaðurinn sé eins alls staðar og kannski þá að ná betri kjörum að magningkaupum og það eru margar hliðar á þessu máli. Það sé allt staðlað og gott. Herra, ég vil bara þakka kærlega fyrir langan þátt í dag og áhugaverð umræðu og svo höldum við bara þessu merkjum á lofti og höldum áfram þessar umræðu síðar. Takk fyrir.